við fundum fyrst eitthvað góðgerðarmál sem okkur langaði að styrkja og fundum SOS Barnaþorpin og við erum náttúrulega sjálf börn og við gætum ekki ímyndað okkur að vera í þessari stöðu þannig að okkur langaði bara, við fundum bara þetta og okkur langaði bara mjög mikið að funda þetta. Líka það var svo mikið bara svona upplýsingar. Já, og ég hef líka heyrt mikið SOS þannig að bara, við ætlum að fara þangað. En það var spurning hvernig við ætlum að safna peningunum og okkur langaði að hafa styrkingarleiðina sem auðveldast þar og líka að fólk myndi fá eitthvað eða myndi styrkja okkur. Þannig við ákveðum að gera handsaumapoka út af því að hún er mjög góð í að sauma. Þannig við náðum að nýta styrkleikana okkar vel. Svo gerum við heimasíðu þar sem að fólk gat farið inn og bæði keypt pókana, styrkt okkur í gegnum aur, kass og líka bara inn á heimabanka og svona fundið leiði til þess að styrkja sjálfur. Því að við vitum alveg að það er ekkert alltaf hægt að gefa pening en það er margar leiðir til þess að hjálpa, skilur við. Við sendum á yfir 90 samfélagsmiðlastjörnur og fyrirtæki. Við erum með sólblóm á logóinu af því sólblóm er þjóðartákn Úkraínu, eða svona þjóðarblóm Úkraínu og síðan stendur börn Úkraínu á úkraínsku. Og við fórum, kennarinn okkar er nefnilega frá Úkraínu og svo við double-checkum allt með hann eða stafsendingu og hún hjálpaði okkur mjög mikið með það. Og síðan líka bara til að hafa aðeins meira, sem þú skilur þú, það ákveða að hafa svona, heitir þetta borðar? Borðar, já. Svona gult og blátt. Þú veist, fólk sem er frá Úkraínu sérstaklega sér þetta og fattar, skilur við, sem finnst mjög krúttlegt. Ég fekk skilabréf frá einni konu sem sendi okkur mjög krúttlegt, maður les það inn á þessu. Hún keypti poka á okkur. Sonur minn er giftur konu frá Úkraínu og foreldrar hennar eru komin til Íslands núna. Mér langar að gefa þeim poka til minningar fallega huga íslenskra unglinga sem lögðu þessa vinnu á sig fyrir fólk sem þau hafa aldrei hitt en þarf hjálp á að halda. Þetta er svona, þetta er ástæðan sem gerir þetta. Hjarta. Hvernig líður ykkur að lesa svona? Ég fór næst að gráta, ég var bara, þessi kona var svo góð og hún bara, hún ætlaði að kaupa poka en hún náði samt seinasta pokanum eða eitthvað og hún var bara, Guð sér eins gott að hún náði af því við sendum óvart á hana að pokarnir var uppseldir. Og síðan voru ekki uppseldir og pokarnir er ekki uppseldir og þannig var bara... Já, en að lesa þetta, það bara svona, þetta er ástæðan af hverju við gerðum þetta.